bara, ok, maður þarf greinlega að hafa aðeins meira fyrir þessu heldur en að opna bara einhverju síðu. Þegar ég var lítil þá ætlaði ég alltaf að vera bókana. Það var svona, ég fór að leika með svona Fisher Price, litla kassa og það var bara svona eina í lífinu sem ég langaði til að gera. Svo þegar ég var að klára menntaskóla, vissi ég ekkert hvað ég átti að gera. Mér fannst eitthvað skrítið að vera bókana og það var einn sem að sagði við má náttúrulega fara í endurskoðun og ég fann út að það var ekki ritgerð í þessu námi þannig ég ákvað bara að skella mér. Og það var eiginlega skelfilegt. Svo varðandi snúruna að þá var ég búin að vera í endalausu fæðingarorlofi, bara fjórða barnið, þá var ég alveg að vera vitlaus. Þannig ég ákvað bara að vinkona mín að hafa samband við mig og sagði við mig, herri, ég er sko að stofna netverslun. Og ég var alveg, já, herri, ég ætla kannski bara að gera það líka. Og hún heitir Karin og er með netverslun á Nóla. Og hún eiginlega bara kom mér í þetta. Ég hafði ekki hugsað að þetta var eitthvað sem ég vildi gera. En þetta er svona svalaði minni búðarþörf. Þannig að ég byrjaði bara með pínlítinn kassa í bílskúrnum og man mjög vel þegar ég opnaði heimasíðuna. Og þá sat ég bara svona og horfði og ég bara svona beið eftir einhvern veginn að pantan að hrúast inn. Og svo bara kom svona ein pöntun eða eitthvað og ég horfði og ég sagði bara, ok, býttu, hvað er gerst? Bara, ok, maður þarf greinlega að hafa aðeins meira fyrir þessu heldur en að opna bara einhverju síðu. Og rosa margir í byrjun sem voru rosa efins þetta baka og já, hvert sem bara með heimasíðu. Og eftir ár þá var ég búin að færa þetta úr bílskúrnum yfir í þvottahúsið, yfir í herbergi hjá dóttur minni og allt komið út allt og rosa mikil ásókn í að fólk vildi fá að koma og skoða vöruna og sjá hvernig hún liti út og svona. Og þetta var svolítið mikið máli, ég eldaði ekki fisk í heilt ár, í húsið gat náttúrulega bara ekki anga eins og ég veit ekki hvað. Og árið seinna að þá stækkaði ég búðina á sama stað og árið seinna þá flytti ég niður í Ármúla þar sem við erum núna. Þegar ég byrjaði í kassanum í bílskúrnum hjá mér að þá var ég að selja bara svona litla smá hluti, kertasteka og teppi og púða og þess að þar. En svo þegar við fluttum okkur yfir í Ármúlann að þá gerðum við risasamning við fyrirtæki sem heitir Bólia, sem er danskt húsgagnafyrirtæki, sem er að selja bara allt. Þeir eru með 90.000 vörutegundir sem maður getur valið. Ég elska vinnu mína og ég rauninni hugsa að ég aldrei sem vinnu. Þetta er ekki vinna í mínum huga. Maður á bara að fara þann farveg að leita sér að starfi sem maður elskar og hefur gaman að gera og þá finnst þið bara aldrei eins og að hafa sérstæð vinna. Ég held að ég myndi segja við alla sem eru að hugsa eitthvað svona að bara kýla á það. Þannig að maður lærir ekki mistökum, annar en maður lærir sinn megin. Og ef maður er alltaf hræddur við að gera eitthvað og er alltaf bara að hugsa og þú veist, þá gerist ekkert. Það verður ekkert að veruleika. Þú veist, það geta alveg 100 manns og 1000 manns bara sitja heima og biðja eftir að tækifærin komi til þeirra. En það gerist ekki neitt. Fólk maður þarf að sækja sér þetta. Og ég held að séu kannski margir sem hugsa að þetta gerist bara sjálfum sér og maður getur bara að sitja heima en þetta er ógeðslega mikið vinna og ef maður leggur hana ekki á sig að þá gerist ekki neitt. En algjörlega hef ég trú á því að allt sem maður leggur á sig að það uppsker maður.